Doktor fútból í föstudagsskýr. Doktor fútból í beinni frá Túborg 10 og hæ þið sem eru að horfa á YouTube, minnu þetta á að subscribe að Doktor fútból á YouTube. Hjálmar Örn Jóhannsson hjá mér. Hjami, velkomin. Já, takk kærlega fyrir að bjóða mér. Gaman að fá eitt gamlan. Já, takk fyrir það. Takk fyrir fallegu uppáðsorð. Já, ég 73, MDL. Heldur betur, og Gunnar Birgisson með honum. Gunnar, þú ert að slá í gegn í golfinu þessa dagana, spila hrikalega vel. Já, þú paraðir 3 hólur. Ég var að spila líka í nei, ég ætla ekki að segja sögur með golfi. Það er leiðilegust sögur. Það er leiðilegust sögur. Það eru leiðilegust sögur. Það eru pókersögur, það er líka rosalega trendað. Póker? Já. Ég er með tvistabæ. Já. Hann er með 6-8. Þetta er að kalli mig ekki bara á rifurinn. Ég hef heyrt nokkrar þannig sögur þar. Já, maður heyrir það reglulega, sko. Maggi Bö, hendur alltaf nokkur inn á FB, sko. Já. Heldur betur, Doktor fútból þetta minnir á Dockzone á morgun klukkan 2 þar sem við förum yfir alla leikir og eins og við gerðum bara síðustu helgi með 9 leikmönnum. Við ætlum að sitja hérna 4. Ég ætla að leyfa Gunnar Birgisson að koma sér þægilega fyrir í á Laugardalsvellinum ásækið miðjan dag á morgun þar sem hann er að lýsa leik Víkinga og K.A. bikarúrslitaleiknum sjálfum. Já. Hver verður með þér? Verður Kóari? Já, Óli Kristjáns. Ólafur Kristjánsson sjálfur. Já. Sem auðvitað vann bikarinn hjá með Breiðabliki fyrir 15 árum síðan. Heldur betur. Dominos og Doktor fútból. Ég var ekki búinn að tjekka á því en hvað er betur en góður pabbi? Kebabbi segja einhverjir og kebabpizzan þar. Hún er bara tímabundið. Hvort hún sé ennþá. Ég var ekki búinn að tjekka á matselinum í morgun og Eisarinn var ekki búinn að hringja í mig. En Dominos skemmtilegt. Þeir eru að prófa eitthvað nýtt og eitthvað skemmtilegt. Já, ég elska Dominos, sko. Ég fer alltaf í síðasta pöntum bara. Já, ég hef ekkert breytt. Síðan að hún kom hérna, man ekki hvort hann heiti Sweet and Spicy eða Hot and Spicy. Já, þú veit það þeim. Já, það hefur bara haldið mig við hana. Svavar í Fitnessport spurði, Hjálmar, einhver Íslendingur búinn að fara í fleiri átök en Hjálmarinn? Spurði Svavarinn. Það er oft svona eitthvað nýtt. Já, það var einhver sem byrtundum daginn, sko, ég veit ekki hvað þetta eru mörg átök sem ég farið í, sko, officially með þessi. Ég hata frækt fólk. Já. Þú veist, með þoleil ekki frækt. Nei. Og það er ekkert sem pirrar mig meira en einhver frægur á leiðinni í form. Þú veist, eitthvað Ísland í dag, Ísland. Við ætlum að fylgjast með Hjálmari í hverju viku. En sem hann reynir að létta sig. Ég fór í heila sjónvarpsþátt. Það sem ég fór að létta mig og það gerðist ekki neitt. Ég var í verra standi eftir þáttinn heldur ég var í. Þannig að ég er ekki góð fyrirmynd í þessu, sko. Nei, við bara gerum þetta í Kyrþey. Já, en ég er svolítið í Ósambík núna. Já. Ég held að það sé bara lausnin við þessu. Bara sprauta sér í magan og verð ekki þessu hlaup eitthvað allt eitthvað og þannig ég er mikið ég viðurkenni það alveg. Ég er með Ósambík upp í skáp og hendi 1 og 2 sprautur. Þetta árið fyrir erlendis. Já, heldur betur og bara gert þetta og sest niður og hort á enska boltan. Já, og ekkert vesen, ekkert eitthvað að fara í ræktinni 2 tíma eitthvað að þurrka sér og eitthvað. Ekki vera að hvetja til þetta. Þetta eru líf. Þetta er viðurkennt líf. Ekki þú verið að þykist þetta ábyrgur hérna og það er einhver rugglaðasti maður síðan. Ég minna á það að Gilsarinn, hann er hins vegar, þú veist, fyrir þá sem vilja hérna leta sig eitthvað eðlilega, þá er hann að borga með eitthvað pakka på 3 og 9, segja að Doktor fútból hafi sendið ykkur og þá smíðir hann einhvern hardcore pakkan eins og ég er enda til í það. Ég var í samskiptu þenni gær. Ég hugsi bara ángrín skráa mig, sko. Örstuð tjekklanbyrðu að skoðan 15% afsláttur ef þú segir að Doktor fútból hafi sendt þig þangað. Það er aðeins vika í stóra FIFA-mótið hjá Doktor fútból og tölvutek ei mig veg. Það er þessi FC EA FC leikur sem vera af einhverju allt öðru leveli. Þeir að undirbúa þetta allt saman niður í tölvutek. Við ætlum að gera þetta föstudags eftirmiddag eftir viku. Geðvegt. Þetta verður eitthvað og verðunin verður rosaleg. Ég verður með svona side game þar sem við spilum FIFA 2004. Já, side game og ég ætla að fá það til að lýsa líka úrslitaleiknum. Það voru að gera það fyrir mig. Takk hérlega, ég var ekki múin að láta það vita það. Heyrðu. Það er bara lítið mál. Hvað hét Akureyrarliðið sem varð bikarmeistari árið 1969? Þessi spurning kemur frá tölvutek. Ég held að viti það, sko. Hvað? 1969, Akureyrarlið. Já. Akureyrarlið var það sem að var Nei, ég er ekki með. Ég held ég var með það. Vítu?
Þetta er góð spurning. Takk. Ég er ekki með. Þú með það? Gunni? Þetta er eitthvað í. Herru, það komið ljósar IBA. Ég sagði þetta er eitthvað í. Já, vel gert. Það er hárrétt. IBA. Herru, svo kemur Eiki frændi til mínum daginn og hann sagði, herru Hjörvar, er ekki hérna Gunnar Birgisson Mosóbrósi alltaf þykist þér úr Skagafirðinum? Ég segi, jú. Ég veit að þér er drullu sama en þú ert svona 100 sinnum meir úr Skagafirðinum en hann. Já. Það er meika hljóðmann. Já, Eiki hljóðmann. Já, hann er náfrændi minn, sko. Hann er náfrændi minn. Við vorum að fagna að hann var eignast hérna tvíburabandamönd. Mjög vel, sko. Við vorum að fagna því í gerð og þú varst hvergi sjáanlegur þar. Þannig að hefði verið gaman að sjá þig þar en við fagnuðum bara sjálfur og hafðum gaman af. Förum að powerranka með Dynout. Dynout, þar sem að þú getur keypt gjafabréfum góðu. Stofustóllinn skulle vera milljón undan manni, jæja. Veitu hvað er þetta? 20 skatt frá Dynout, bara út að borða það sem þú vilt. Hjálmari líka. Mig líka? Já, verður að koma með gott powerrank. Já, vá, Dynout, ég nota þetta mikið, sko. Dynout panta mat og allan pakkan 300 veitingastaðir, hvar sem er á landinu. Já. Þú veist. Já, það er alltaf á hreinu þarna. Þú getur líka keypt, sko, kort. Inneign og nota hvar sem er. Já, skilur hvað við. Þetta er einmitt málið. Þetta er nefnilega málið. Sameinar raun og veru, þú veit svona Sameina, já. Þú getur nota 5K þarna og 5K annars. Já. Nei. Jú. Ok, þetta er næs. Herru, ég ætla að fá þig til að powerranka past and present stjóra í enska boltanum. Já. Sem þú verið til í að vera tengdapapparinn. Já, ok. Ég skal ekki til í það. Já. Sko, ég ætla að byrja á bara fyrsta sem allir vita myndi vera langt besti tengdapappi allra. Númer 5. Byrjum númer 5. Ég er að segja það. Númer 5. Já. Eng Postecoglou. Ans Postecoglou. Já. Það er bara eiginlega eins bara easy. Það er þægilegt og maður hefði ekki... Já, maður hefði alltaf verið í, góðum feel-good stemmingu með honum. Já. Það hefði ekki lendið inn í vesinni, sko. Það væri líka vont ef að þau dæmis Hurtseller hjá Brighton væri tengdapappið þinn. Ég er að segja það. 31 ás. Já. Það er gengið upp, sko. Maður er í vesinu. Já. Númer 4. Númer 4, ég fór í, sko, þetta kemur svolítið kannski mönnum óvart, en þarna ferði ég í Alex Ferguson. Já. Og þarna er sameiginlega ástokkar á horse racing. Já. Og þarna hefði við getað bondað í gegnum það og boltan. Já. Hann hefði líka haft gaman að þér. Við erum báði viskikallar og þannig að við erum með mikið svona... Þú ert með þetta Hálanda útlit. Nákvæmlega, ég er með skoska írska útlitið, þannig að það er alveg... Þetta Hálanda útlit. Svo fer ég númer 3 og kemur kannski ekki óvart, en það er sá sem er líkast mér. Já. Hann er hann Sean Dice. Já. I got away, it's a game. Þannig að ég held að það veri geggjað, sko. Hann er líka með svipaðan tónlistar. Við erum bara eiginlega sömu menninir. Hann er samt í betra formi, hann er örguveldsformi kallinn, sko. Þannig að ég þarf svona aðeins að kera það í gang. Númer 2, þá fór ég í, sko, Sam Allardyce. Já, stóri Sam. Já, þannig ertu með mann sem er búin að taka með enska landsliðinu, en er samt að þykja pening í breiðpoka yfir hvítinsglasi í bjór, hvítin í bjórglasi. Já, hann er get the bag. Get the bag. Já, þú veist, það var eitthvað sem ég var svona mjög hrifinn. Þú ert ekki þekktur fyrir að fumble a bag. Nei, þú veist, jú. En svo er það Númer 1. Og þetta er gamli skólinn. Ég veit ekki hvort unga fólki veit hver þetta er. Þetta er Brian Clough. Já. Þarna fer ég að klöffa hann. Hann myndi kýla þig svona. Já, alveg svellkaldan. Veitu hvert fórstu með dóttur mín út að borða? Eitthvað svona. Úst á þennasta. Búm! Skilur þau? Sko, ég held að mest annoying tengdapappin í þessu öllu væri Thomas Frank. Ég hugsaði hann. Jésús, já. Hann væri ábúin að reyna að vera nettur líka. Já. En samt svo gamall einhvern veginn, sko. Já, nei, alls ekki. Svo fór ég bara aðeins yfir, framkvæmdastjórinn í dag, í úrvalsdeildinni. Þetta eru mestu flatneski sem þú finnur bara karakterum í dag. Ég held að Jürgen Klopp getur skemmtilegur. Heldur það? Já, náttúrulega þjóðveri, sko, þeir eru ekki skemmtilegir. Nei, mér fannst það svolítið svona, þegar hann fór með þetta, fór óverborti í þessu grímudæmi, þá fannst mér það svona... Já. Sáuð þið ekki Amazon Prime, Arsenal þættina? Já, guðminn á. Hvað Wenger þá eða? Nei. Allt þetta? Únæ? Allt þetta? Já, nei. Ég veist allt þetta aldrei, Jésús, ég bara, Já, Harry Redknapp er eitthvað sem kemur upp í huga. Harry Redknapp, brilljant.
Hann gæti verið, ég held að Tony Pulis sé sængjarn sem tengdafæður. Tony Pulis, það rosalega tengdafæður. En vissi það Tómas Brolin? Ég held að besti samt sé alltaf Ole Gunnar Solskjær. Já, þægilegur. Klír og þægilegur. Hvað segir þú? You're okay. Hvað með Brolin? Vissi það Tómas Brolin var framkvæmdastjóri? Já, Crystal Palace. Þannig ég hugsa alveg Tómas Brolin sko, að taka hann inn. Gamli teppasölumaður, rykksölumaður. Ranieri hefur verið frábært. Ranieri hefur flottur sko, já. Þannig að, það eru margir skemmtilegir. Mourinho væri svona 8-blandin virðing einhver. Já. Ég held að það er ekki gaman. Nei, ég hugsa að það væri ekki gaman. Þú veist að Mourinho ósáttu við börnin sín að hann ekki komið með barnabarn. Það segir að þau séu sjálfselsk. Allir vinnur hans eru komið með barnabarn nema Jose Mourinho. Já, þetta er hljóð sem að ég veit að Hjálmar þekkir vel að henda á því fyrir hann. Dr. Fútból heldur áfram með löðri. Dr. Fútból og við þrír, við saminumst í ást okkar á að þrífa bílum, ekki bara fótboltanum. En mismunandi smekkur okkar á bílum en samt líka Heillandi í raun og veru. En minni á að löður selur þetta í áskrift og allan þann pakka. Talandi að hafa gaman að einhverjum. Það hef ég rosalega gaman að þessu Eyþór Svöler máli. Eyþór Völer er sóknarmaður í KR sem var að fara að spila með Húba Búba á hátíð hjá Víkingunum. Og hann er greinilega svona leikmaður sem er að vinna þarna hjá KR sem leikmaður í fótbolta. Það er bara að vinna hans. En hann vill líka fá að grínast og vill fá að hafa gaman. Og ég meina, þú veist Hjálmar, þú varst lengi vel að vinna hjá Brynborg. Og þetta var eitthvað sem fór ekki alveg saman en þegar að grínast og vinna hjá Brynborg. Nei, sko, ég get alveg sagt þér að ég var náttúrulega vinnustæðagrínarinn og var með mikið sjálfströst, ég náttúrulega var boss's son og gæti kannski sagt aðeins meira en aðrir og fleira, sko. Og ég lendi alveg í svona, kannski ekki beint svipuð, en ég lendi í einu sinni að ég var mikið að grínast og mikið galsi í mér og svona. Og það kemur starfsmaður sem er nýbyrjaður og kemur labbandi inn og er í svona rosalega skræpátri peysu. Og ég segi fyrir frá allir matsalum, nei, heyrðu þið, flott peysa. Og hann eitthvað, já, árið 1959. Þannig að tók ég vinkil á, sko, ekki þarna, sko, heyrðu, 1959 vill peysunni sinna aftur. Þetta tók ég, sko, hrós, það var eiginlega svona jockey bullígrín, sko. Svona niðurlæðingagrín, já. Ég var kallarinn. Í alveg? Já, ég var kallarinn og systir mín gefur mér engan séns. Þú veist, hún trýta mig bara nákvæmlega eins og allir aðeins, sko, trýtaði. Hún gaf bara, Hjálmar, þetta er bara áminning, þetta er bara ekki í boði. Þú ert ekki að, gera grína starfsbunum fyrir framan aðra. Vel gert. Það bara tekið á því, sko. Alltaf aga á vinnustöðan. Og það fauk í kallinn. Já, eðlilega. Það fauk í mig, sko. Og þannig að ég held að það hefði verið, ég man ekki hvað þetta á langur tími, þetta var helviti langur tími á mínum mati. Það sem ég grínaðist ekkert og var bara straight face og var bara eins og bara venjulegur ríkistarsmaður nánast. Sorry, með fullri virðingu. Varstu á bara þú veist, PS739, hann er á leiðinni í Tjekk. Já, takk. Og engi brandar af því? Nei, ekkert. Og ég ætla að finna fyrir þess. If they don't like me the way I am, they're not gonna get me the way I used to be. Já, þannig að þú tengir við þetta að vilja vera grínasta og þú veist, og það er dálítið eins og fótboltamaður. Þá er auðvitað erfitt að vera líka, þú veist, einhvern veginn annarkur tónlistamaður eða stand-up comedian eða eitthvað, en þú ert samt áhugamaður og þetta er Mosóbrósi og eins og við þekkjum gennum Gunna, Mosóbrósar just wanna have fun. Þú skal við, þeir taka ekki fótboltan sinna alvarlega. Nei. Þú veist, þeir eru próf þá koma heim fljótt eða eru stutt. Ekki svona. Ekki svona. Höldum okkur í málefnin. Fyrir mér er þetta þannig. Það er bag að núti, hann har bara get the bag. Víkingarnir borga alltaf. Ég er algjörlega sammálaður. Hann er bara átt að halda sig við þetta gig. Halda giginu. Já, ég meina... Ekki fumbla giginu. Nei. Þetta er svolítið svona beggars can't be choosers. Ef þú ætlar að vera í þessu og ef þetta er eitthvað sem maður vill pursúa þá náttúrulega, þá getur þú kannski ekki verið að velja það gig þegar þú svona komið þar á framfæri. Þannig að þú verður bara að vera í harkinu, sko. Ég er alveg sammála, en þetta er kannski óheppilegt að þetta skulle hitta svona á. En svona miðað við kannski, þú veist, ef við horfum bara á eins og mínútu fjölda og svona hvernig standið hefur verið á honum undanfarið, þú veist, þá kannski bara er tónlistarferillinn mögulega að taka yfir eða eitthvað svoleiðis, því hann er náttúrulega bara einn heitari tónlistarmennur á þessu dag. Þetta er bara listamaður, hann gaf bóki fyrir. En ég held samt að hans vilji sé að halda áfram í
í fótbolta og gera það áfram vel sko. Hann náttúrulega öflugur leikmaður, mjög öflugur leikmaður. Sko Hjálmar, þegar þú varst fyrirliði Gróttu, eða varafli. Varst þú ofta að neita að taka gigg eða var leikur daginn eftir? Það var engi gigg á borðinu um 1997, það getur sagt sko. Það var ekki eitt. En það sem sárt við að sko að KSÍ fyrirliðin að það er ekki eitt sigur þarna. Nei, þetta er svo mikið bull, ég alltaf að leiðrétta þetta, er alltaf sama rugli sem ég lendi í. Þeir strók út sko ákveðin aftur í tíman. Þannig að það vantar alveg fullt á upplýsingum hann inni. Og ég held að ég þurfi bara að fara inn á skrifstofu og bara fylla þetta inn sjálfur sko. Farðu inn á skrifstofu. Ég er ángríns, ég ætla bara að gera það sko. Þetta er vel þreytandi. Menn slá þessi inn og ég alltaf fótt að senda sko. Ég veist að þau eru líka þakklátt fyrir ef að það kemi maður hann inn og leiðrétt aðeins KSÍ fyrir. Já, ég á miklu betri fyrir sko. Ég trúi því alveg. Ég held að Egil alveg geggjaðan fyrir það bæki. En eins og ég segi, þetta var svona skemmtilegt tvist inn í vikuna. Dóttur fútból minnir á Dockzone á morgun klukkan 2 þar sem við ætlum að fara yfir þetta allt saman. Keli ætlar að horfa á Liverpool-leikinn, Sörens ætlar að horfa á Newcastle-leikinn, Newcastle getur fara á toppinn og svo ætla ég að fá óvæntan gest til að taka Tottenham-leikinn og við ætlum að fara þetta milli, skipta á milli og vera á flegiferð. Það eru auðvitað margir leikir í enska boltanum klukkan 2 á morgun, ég held að það séu 6 eða 7 á klukkan 2. Já. Og best er að taka þetta í gegnum Sony sjónvarp. Ég sé alltaf entry levelið í dag sé 75 tóman en sumir vilja menna sé 65, aðri 55 en saman getur verið sammála að vera ósammála. Förum þá fyrst í Origo í Borgartúnið og náum okkur í sjónvarpið. Ég held þessi með 45 heima. Já, það er frábært teki. 45, það er 42. Já, lítur á 42. Setu ofan í sjónvarpinu alltaf. Hellweek fyrir kapli er búinn í fyrstu deildinni og náttúrulega Íringar lentu í Keflavíkurhraðlistinni og það einmi er búið. Afturelding vann 3-1 sigur á Fjölni í gær. En umræðan eftir leik var ekki góður leikur Aftureldingar eða neitt slíkt. Það var þetta rauðaspjald sem Enis Elmar Enisson Kókic. Elmar Einarsson Kókic. Elmar Kári Einarsson Kókic. Já, það er rétt. Það umræðan litaði svolítið af því að þú veist, þetta var svona, ef ekki segja þetta hafi verið óheppilegt hvernig þetta atvikaðist allt saman, að þetta eru náttúrulega bara mjög vittlausar reglur, þú veist að gott og blessað að vera að breyta Íslandsmótunum. Reglur eru reglur. Já, gott og blessað að vera að breyta Íslandsmótunum, en maður hefði svona haldið að þú myndir þurfa að breyta öðrum reglum með, þú veist, þú hækkar ekki bara bíliðinum, þú hækkar ekki bíliðinu 32 tómur og heldur hennum bara á einhverjum 16 tómur dekkjum. Það eiginlega meikar ekki sens, sko. Þú ert alltaf að stækka dekkin með og það er sama með þessa spjaldareglu. Þú bara, nei, hvað mennur þú? Já, ok, áfram. Já, vá, ok. Þú hlýtur að þurfa að breyta því að leikmaður, við erum til að sjá það núna í bestdeildinni, leikmaður sem er kannski búin að fá 3 gul spjöld í 24 leikjum, fær kannski 4. gula spjaldið sitt í 25. leiknum og er í banni þá mögulega í loka leiknum, úrslita leiknum 4 gulspjöld í 25 leikum. Það er náttúrulega bara fáránlegt og sama með þetta að þú ert að taka 3 gulspjöld og það sem náttúrulega er verst í þessu er það að Elmar Kári fyrir niður þarna fyrir utan vítategin, það var enginn að biðja neitt. Hann bara datt. Ekkert frá það. Hann var ekkert að fórna höndum eða neitt svoleiðis. En dómarinn sá sig knúin til þess að stoppa leikinn og ég treystir þetta þessum dómarinn hann þekkir geimið sko. Hann dæmdi leikinn bara fínt setti línuna mjög snemma og svona hélt sér bara nokkurn veginn við hana en svo náttúrulega þú veist, lendaði í því að og ég held að sé ekki þetta að tala neitt í kringum sannleikan, það var alveg, ég hugsa hafi verið plana að Elmar átti að fara að ná sér í rautt spjald sem er bara stórhættulegur leikur og svo 3-1, í stöðun 3-1 fá Afturelding víti og þá ætlar hann að skora vítinu væntanlega eins og menn gera þegar þeir taka víti og hann ætlar að rífa svo róan það má leiða því líkur það er alveg rétt en hausinn á hann var bara einhvern veginn í að ég þarf að fara úr róan og ég tek eitthvað hugsa það, já það var vel varið hins vegar hjá Dóra og en þetta er náttúrulega bara alveg galna reglur og bjóða upp á einmitt bara svona vitleysigangi í lok leikja. Þetta þarf ekki að vera svona. Er þetta komið hjá Aftureldingu? Nei, það held ég ekki. Þeir voru náttúrulega eftir að þeir skora markið á fyrstu mínútu, frábært mark, þar sem að kemur sending aftur fyrir Dag Östmann og Hrannar Snær sem er á vinstri vængnum hjá Aftureldingu, tekur frábæra snertingu inn fyrir leggur hann út og Aron búinn að vera frábær. Eftir það
Það eru Fjölnir bara miklu betri aðeil. Sko, Fjölnir búin að vinna 1 leik síðan 19. júlí og það var afturhelding 2-0 heimavöll. Þannig að þetta ekkert búið. Þetta alls ekki búið, sko. Og mark snemma í grái að þá þetta bara opin leikur, sko. Þannig að, nei, ég alls ekki á því að þetta sé búið og bara þetta var skemmtilegu leikur í gær. Þetta var svona, svolítið kaflaskiptur hjá eiginlega báðum liðum, en ég hafði gaman að horfa á hann og svona kannski, leikmaður sem að ég vil bara viðkynna, ég hef ekki séð mikið af honum en fæddur árið 2007, Jónatan Guðni Arnarsson var svona kannski sá leikmaður sem að kom mér svona mest á óvart í liði Fjölnis, hann var frábær á vængnum hjá þeim og olli miklu musla í vörn afturhaldingar. Þetta var bara þannig að þetta er ekki búið. Nei, alls ekki þetta en ég hrættur að eininginu sé við sinni, sko. Já, heldur betur. Ég meina, þú veist alveg hvernig það væri svo geggjað að það fengið samt IR Fjölnir, útkverfin stór, nýja útkverfi Grafarvogin, gamla útkverfi Breiðholtið. Já, það hefði verið rosalegt, sko. En svona, þú veist, eins og maður spáði fyrir einhverjum 3 mánuðum síðan þá virðist þetta vera stefna í afturhaldingu Keflavík á Laugardalsvelli. Já, heldur betur. Er eitthvað seinleikur á sundaginn? Er á sundaginn seinleikur? Nei, hann er á mánudaginn kl. 15:45. Hjá þeim en hjá Keflavík? Keflavík, það er á sundaginn. En getum við rætt eitt samt? Nú er mikið verið að ræða vallamál og eitthvað svona, við komum mörgulega betur en það eftir. Við erum á leiðinni í það. Já. Sko hverjum fannst það góð hugmynd að Laugardalsvöllur í lok september að það væri góð hugmynd að spila tveir fullorðinsleikir karlamegin kvöld eftir kvöld. Þú ert með fótbolta.net bikarinn hérna á föstudagskvöldi, þetta gerist líka í fyrra og völlurinn var náttúrulega ekki góður í leik afturhaldingar á vestra og svona hefur náttúrulega bara áhrif á svona leiki. En hverjum finnst þetta að vera góð hugmynd að spila kvöld eftir kvöld á Laugardalsvelli sem hefur ekki verið gert í, ég veit ekki hvað mörg ár? Ég hef svo sem ekki pælt í þessu. Nei, þetta er samt alveg góða punktur, sko. Það getur ekki bara fært þennan .net byggar. Það var það sem ég var að hugsa. Ég meina, er ekki líka bara, ég hugsa, var ekki hægt að færa báða þessa leiki á kannski bara, þú veist, aðeins minni velli til þess að búa til meiri stemmingu, ekki það var fín stemming á afturhaldingu vestra. Það er samt ákveðin hátíðarupplifun að spila og Laugardalsvelli. Alveg sammála því, en þú veist, upp á það bara að búa til meiri stemmingu og náttúrulega, þú veist, og kannski gervigransleik sem hafa verið kannski skemmtilegustu leikirnir. Ég man ekki eftir mörgum góðum leikjum á Laugardalsvelli 10 ár aftur í tíman. Skemmtilegum þar þessu. Þú ert nú að fara að lýsa leika morgun, þetta er góð sölurræða, takk hérna fyrir það, ég hlakka til að fylgja það. Já, við erum að fara að ræða það mitt líka á eftir að undantekningarnar hafa verið bikarúrslitin eins og til og með 22, Víkingur FH. Já, förum í Evrópudeildina, góðu, stórar fréttir í Evrópudeildinni í dag. Fyrirgefðu, sambandsdeildinni að sjálfsögðu gerum það með Vestmann One kampaðinu góða. Við ætlum að fá okkur Sernín rauðvín hér á morgun í Docksóninu. Nice. Verður mjög næs og ég ætla að Pepsi Max með því. Herri, það komið ljós að Víkingar spila leikina sína í sambandsdeildinni í Kópavoginum. Já. Og hversu mikið W er þetta fyrir Kópavogsbæ yfir höfuð? Já, stór. Það er rosa stórt. Hversu stórt er þetta W? Þetta er bara geggjað. Já. Þetta er bara risastórt, þetta er bara frábært. Það var aldrei að fara að gerast þegar það var að spila til Færeyjum, sko. Nei, það er mjög þreytt hótun. Færeyjarhótunin er samt alltaf skemmtir. Já, við hefði gaman að henni, en það var ekki að fara að gerast. Ég held að séu öll sérsamböndin búin að nota þetta, held ég. Það er þetta upp á þessu. Var ekki Karvan? Ég held að það hefði verið Karvan, eða handboltinn, það var annarkvort. Annarkvort á undan. Já. Þetta er skemmtilegt. Þetta er mjög skemmtilegt. En já, þetta er bara frábært. Hvenær er fyrsti leikur? Hann er hér á Íslandi. Já, hér á Íslandi er eitthvað sem, það er 20. og eitthvað október. Já. En fyrsti útileikur er, held ég bara annan, getur það ekki verið? Já, það getur verið. Annan október. Þetta er frábært framundan, sko. Já, þetta verður skemmtilegt að fylgjast með þessu. En það er almennu miskilningur, sko, að sveitarfélög og ríki eiga að borga velli undir félagslið. Þú veist, og græja velli fyrir félagslið. Ég er ekki sammála því að það er að vera þannig að félögin er að græða það sjálf. Það sem að borg og ríki og skaffa er yngreflokka aðstaða og grunn aðstaða félagana. Ég held að það sé alveg, þú veist, svona plain gervigarsvellur og annað. Ef þú ætlar að fara í eitthvað stærra heldur en það, þá hlýtur það að vera á kostnað félagana, sko. Já. Ég meina hvað finnst þér? Á ríki að vera að græja? Ríkið, við eigum bara að eiga almennilega völl. Við eigum að eiga almennilega völl, ég er alveg 100% sammála því. En það er fyrir landslið. Já.
og þá hagnast félagsliðin í kjölfærið bara fótboltafórustan hefur verið alveg ótrúlega í þessu öllu saman. Ég heldur reyndar þess að sem að farið lengst með þetta var Guðni Bergsson á sínum tíma en síðan allt bara einhvern veginn frosið og dáið í þessu og peningarnir á ríkinu faraði auðvitað í eitthvað allt annað heldur en íþróttir að finna alla aðra staði í heiminum til að setja á. Það hefur verið alltaf verið þannig. Það bara eins og það en maður borgar sína skatta og hefur gaman. Já, alltaf gert. Alltaf gert og alltaf gert. Og ég geri það meira þannig að ég borga það á hver einustu mánaðamót. Ég er þannig uppsettur sko. Kannski áður en ég fer í íslenska boltan og annað slíkt. Ég bara aðeins að segja frá því að það er auðvitað að vera að spila í yngri flokkunum. Veist alltaf gaman að skoða hvernig staðan er í öðrum flokki og þriðjum flokki. Já. Í öðrum flokki þá er þetta svolítið óvænt staða. Káringar í öðru seti. Okay. FH eru að svona verðast vera bestir en áhugavert að því að maður svona hefur verið tíðrætt hvað Reykjavík hefur verið miklu vesinni í keppni sinni við Faxaflóan að þeir eru þarna komnir í annað sætið í öðrum flokknum. Ég sé að hákáðingarnir búin að taka blikana í tvígangi þessum mánuði. Þórður Dan Cooking bara lætur þetta matla á pönnunni. Það eru bikarúrslitaleikir líka að klárast í öllum þessum. Bara hefur verið að láta blikana matla á pönnunni góðu. Bikarmeistarar í öðrum flokki og Breiðablik í fjórða flokki. Svo í þriðja flokki, þar eru að Þórsararnir sem efstir. Já, þorpið, ok. En hákangarnir með 12 stig eins og þeir og eins og F-fáingar, þannig að það verður gaman að fylgjast með hvernig þetta endar allt saman. Eru fylgismenn ekkert þarna? Þú sér þá ekkert þarna? Nei. Ég held að bara það er rosalega slatt, sko. Sko, þau raða sér hérna í neðstu sætin Reykjavíkurliðin, Víkingur og KR og svo Káa. Þannig að þetta eru Faxaflóaliðin efst, en svo eru Þórsararnir að lauma sér þarna í þessa Það er skemmtilegt, ég er gaman að því. Já, það er greinilega eitthvað gott að gerast þarna í þorpinu. Þá erum við virkilega öflugt unglingastarf, þjálfara og náttúrulega frábæra aðstöðu, svona heilt yfir. Þannig jákvæður í dagangunar. Já, léttur. Allir frábærir og... Hann var á 20 skona gjafabrif. Er ég það ekki alltaf eða? Jú, verður alltaf. Margir sem segja að vera galla. Já. Ég líti lífi kannski ofbjörtum Já. Það er sem segja það. En ég veit að það er einhverja sem eru ánægðir með það er það Bíkó. Já. Þeir eru virkilega ánægðir með það hvað þú lítum lífið björtum augum með Bíkó. Er slagur sem var notað í 3 ár. Já. Og kannski var gott að endurvekja það. Þessi frábæru ljósadagar að baki hjá Bíkó. Nú förum við að einbeita okkur að pallasmíðinni áður en fyrir að frista. Já, ná því síðasta og náðu sér í gott timbur hjá Bíkó. Og svo auðvitað hægt að fá sér tilbúnu húsin þeirra en til að kynna ykkur það. Drengir, það er úrslitaleikur í bikarnum á morgun. Það er Víkingur Káa rematch, the grudge match eins og einhverjir hafa kallað þetta. Káa menn auðvitað ósáttur eftir leikinn í fyrra. Hvað enda það? 2-1, 3-1? 3-1. Já. Þetta er verið í ár, hver er vinna? Sko, ég hef verið að sækja strákinn á þróttaræfingar og þeir hafa verið að æfa vellinu, sko. Víkingarnir? Já, og káamennir, bara bæðilið, sko. Já. Og gaman að fylgjast með því. Og ég hef svona verið aðeins að gjóa á hvernig svona stemmingin er í hópnum manna. Og ég mun halda með káa í þessu leik. Já, litli maðurinn. Já. Ég tengi við það. Áski Sigurgeir sér þarna. Já, frændi minn. Nei, dóttir hans, amman er saman dag og ég. Það er svolítið svona, það vegur svolítið þungt. Já. Ég fekk hún verður eins á svona 19. október og það er alveg svolítið svona tógar rosalega. Já, tengir ykkur saman. Þannig að ég ætla að spá Káa sigri eftir vító eða framlenging. Já. Þannig að þetta er svolítið skemmtilegt. Þetta er alveg tenging. Þetta er rosalega tenging. Já. Ég var rosalega ánægður þegar hann sendi mér og sagði hún var saman dag og þú fættist núna í dag. Þjóðin mun þá, ég held að þjóðin munu halda með Káa. Ég held það líka. Það munu allir Íslendingar fyrir utan hardcore vikingar halda með Káa mun. Akkur sér það? Bara því að það er bara í eðli þess þegar það gengur vel þá er fullt af liðið sem hata þig. Eitt samt í þessu Hjörvar, ef þeir vinna þá færist Evrópusæti niður. Þannig að þarna ertu kannski með Káringana, F-áingana. Stjarnur, Valur í allt þetta. Svo byrjar leikurinn, þá nennir enginn að horfa víkingana að lyfta enn einum helvítis titlin. Þeir eru náttúrulega gjössanlega bikaróðir og þeir eru fólki í Smáranum þolir það ekki.
fólkið í út allt land bara komið nóg af öllum þessum titlum, þeir hirðu upp alla helvíti spikaranna, meira þess að bara Arnar Gunnlaugsson því hann rífandi upp þessa bikara endalaust það meira þess að hann að verða óvinsæll sko. Já, þú veist, maður bara most likeable guy sko. Bara þannig, þú vinnur, þegar þú ert á toppnum þá ekkit rosalega gaman að til. Þetta er rétt. Fyrir aðra þá eða? Já, það bara endalaust sótt að þér á toppnum. Það er að prófa það er fucking óþolandi. Alltaf textunum á spark einhvern veginn í mig. Já, þetta er framlenginga að vító. Hvernig heldur þú að leikurinn fari? Já, máttu ekki segja það. Jú, alveg pottitt. En mér hefur þótt erfitt að ráða í þessa leiki. Þú veist, maður hefur alltaf verið svona frekar viss, þú veist, þeir hafa mætt IA, FA og KA í síðustu 3 bikarúrslitaleikjum. Leikir sem að kannski, þú veist, við erum bara alveg hreinskilnir. Þú veist, ég held að Víkingar gerir kröfu á það að vinna þessi lið. KA núna í neðri hlutanum í bestu deildinni. Vinna FA 3-2 þarna 2022 í frábærum leik. Ég held að þetta bara tímabilið svolítið í húfi finnst mér hjá Káa. Veist, það kannski meira undir myndi ég halda hjá Káa því að veist, Víkingar eru ennþá með gulrótina í sambandsdeildinni og þeir eru með gulrótina í Íslandsmótinu. En það sem að Arnar hefur gert mjög vel að viðhalda þessu hungri og þessu svona drápseðli í Víkingunum, þannig að maður einhvern veginn, þú veist, maður heldur kannski stundum að þeir sé að fara að slaka eitthvað á, en þá kemur einhver ný bomba frá þeim, þannig að ég held að Káa þurfi að eiga þú veist, umfram sinn besta leik til þess að vinna Víking. Ef ég var Arnar Gunnlaugsson myndi ég aldrei fara til útlanda að þjálfa. Þá myndi ég reyna að safna eins mörgum bikurum og ég gæti hérna á Íslandi. Hann alltaf bara þessi... Það það sem að vegur hérna í umræðinni hérna heima. Þessi 5 ár sem hann er búin að vinna hérna, eða vera hérna, þá hann bara búin að vera bikara óður. Það er rétt. Það engin stíð svona inn á sviðið. Og bara byrjað strax að vinna. Jú, reynda Gauji gerði þetta. Já, reynda. Gauji var svona. Það er rétt. Hann fór bara Akureyrar og byrjaði að vinna strax. Já, þetta er bara frábært. En eins og segir, hann að verða alltaf óvinsælli. Já, reynda fatta ég það að Heimir Guðjónsson gerði þetta líka. Því að hann líka kom svona, hann var aðstofamaður í Successful Projecti og hélt í áfram. Er ekki Óli Jó svipaði það? Nei, Óli Jó var búin að þjálfa mjög lengi áður en hann var í Skasta. En það áttur að kannski, þú veist, þjálfarar eins og Freyr Alessandersson eða Heimir Hallgrímsson eða svona síðan á stórkostlegum árangri með erfið verkefni. Nú á að kasta rýrð á... Nei, það var ég að því. Nei, ég spyði. Nei, ég er bara að segja að, þú veist, þetta er umræðan alltaf hérna heima. Ég er svolítið Evrópu þengjandi í þessu öllu saman. Ég hugsa stærra heldur en 300.000 manna land. 400.000. Ok. 400.000. Ég hugsa stærra. Ég fæ alltaf þessa ræðu þegar ég fer að dása Arnar Gunnlaugsson. Bara frá, þetta sem telur hérna heima. Og ég er dollukall. Ég er svona dollukall. Ég er bekarakall. Ég elska mál. Ég sammála því. Kannski er það ekki í tísku í dag. Það getur verið. Man heyrist á unga fólkinu, það sé það ekki. Nei. Jú. Það er 11. sætið sem er meira málið í dag. Förum og talandi Áski Sigurgeirsson. Já. Hjartanfæði. Já, hann er þar. Já, hann er þar. Já. Ég ætla að lofa ykkur hörkuleik og ég ætla að lofa ykkur mikill skemmtun. Gunnar Birgisson verður í stuði þar ásamt Ólafi Kristjánsinni. Hvenær byrjar útsending? Ég er eiginlega spenntastur fyrir því líka að sjá hérna, þú veist, Viðar Kjartarsson á þessu sviði. Þetta eru leikirnir þar sem að ég held að stóru leikmenn. Já, þetta eru leikirnir þar sem að hann mun skína ansi skert. Heldur betur. Leikurinn byrjar 4. Já. Útsending hefst 15:30. Vá. Ég hefði viljað gefa þetta eins og í Bretlandi. Það er alltaf FA Cup Final Day allur dagur. Já, einmitt. Á BBC. Já. FA Cup, það er bara mínu uppáhaldskeppni. Já, það var elsta og virtasta. Ég var ekki nóga það, sko. Þriðja umferð, ég hef aldrei mistað þriðju umferð sem ég fættist bara, held ég, fylgst með henni. Já. Bara, ég var í radio bara í Kanada, sko. Nú er ég hef aldrei mistað þriðju umferð. FA Cup. Þetta verður gaman að sjá. Ég held að Gunni og Óli verði miklu stuði. Já, eru geggjaði saman. Óli hefur ekki þjálfað þessi 2 lið. Nei. Hann hefur nú ekki þjálfað svo mörg lið. Þetta er ekki svo mikið. Þetta var fram svo rosalega lengi með Breiðablik. Já, einmitt. Já. Fram Breiðablik FH og svo Erlendis. Já, og svo Þróttur. Já, svo Þróttur. Núna. Já.
Heldur betur, kíkjum á þetta allt saman neðri deildirnar, neðra playoffið hefst í helgina en efra playoffið á mánudaginn. Ég meina, hvaða lið heldur að fara niður, Hjálmar? Bestu? Já. Og bestu? Já. Það því miður þá, ég sé bara ekki Fylkismenn geta klóra sig út úr þessu, sko. Ég bara skítrættur og þeir eru bara búnir, sko. Okay. Ég skítrættur við það, sko. Hvað finnst ykkur samt það að Vestri fái heimaleik á Ísafirði? Það finnst mér á móti HK. Og það finnst mér ótrúlegt. Ég kemst ekki yfir að hvað mér finnst það ótrúlegt. Af því að fyrir mér ætti þetta að vera þannig. Bara, þú veist, ég get komið með endalaust hugmyndum, en þú veist, hafði þetta þannig að, þú veist, að lið sem er fyrir ofan hagnist á því að vera fyrir ofan í venjulegri deildarkeppni. Annarkvort leyfðu liðunum að velja sér 2 heimaleiki eða veist, þannig að þú byrjar í 7. og svo niður eða þá að bara 7. sæti fær bara heimaleiki veist, og 1. sæti fær bara heimaleiki annars sæti fær bara heimaleiki nema efsta sæti veist, og svo kolla. Þetta eru algjörlega sammálaður. Mér finnst svo vanta þegar við förum í svona vegferð með að breyta mótinu það sé hugsa til enda. Ég er alveg sammálaður. Þegar þetta var að fara í þetta fyrst þá var þetta að spila eða ekki 6 laugardagir það var laugardagur og svo laugardagur og svo laugardagur og svo laugardagur og það einhvern veginn komst aldrei upp neitt rytmi og einhver stemming og eitthvað svo leiðis mótið oft verið búið áður en við förum inn í úrslitakeppnina það er reyndar ekki staða núna sem er bara frábært þetta er eiginlega eins og hannað mótið núna fyrir þessu úrslitakeppni en það vantar svolítið einmitt þetta spjöldin, leiktímarnir og allt þetta en menn eru að hlusta og þeir læra ég er alveg sammála Gunna hérna með varðandi spjöld að við búum í heimi sem að allt getur verið gullspjöld heldur betur það getur allt verið gullspjöld það er að gefa gullspjöld fyrir hvað sem það er rosalega viðkvæmni núna í boltanum sko það er rosalega viðkvæmni þetta er ángríns þetta er ekki eins og FA Cup Final 87 nei, ekki minnast á þannleik aftur sko en það ekki það Coventry vann jú, 3-2 og Gary Mappert með sjálfsmark ég nenni ekki að vera að tala það ég kom ekki til að reyna það sko. En þetta er orðið óþólandi í dag ég er alveg saman 4 spjöld eitthvað þetta er bara bull bara bull það er mjög skrítið en eins og ég segi en einu sinni er hákáingar að lenda illa í kerfinu þetta er líka ekstra fyndið að því að við munum alltaf eftir þessu átaki dómara með að þrengja svolítið ólina með spjöldin munum nú hvernig það var í uppasumförunum bæði núna og í fyrra það sem að í raun allt var gullspjald Svo erum við með Keris í slægin Káur Vestri það verður skemmtilegu leikur Ég held að Vestri fara ekki niður Nei Ég held að sé alveg útilokað að Vestri fara niður það veltir svolítið mikið á þessum leik eiginlega Já, bara Davíð Smári er bara maður úrslitakeppni Þannig getum ímislegt breyst Nei, hann fer ekki niður, þeir fara ekki niður Hann er með 3-0 í úrslitakeppni Já Eftir, og svo náttúrulega hefur hann líka verið hann er náttúrulega vanur úrslitakeppni líka úr alveg neðstu deildunum. Hann þekkir þetta alveg sko. Þannig að þetta verður áhugavert en svo köllum við þetta úrslitakeppni. Þetta er nú bara eins og hverja venjuleg deildakeppni bara fleiri leikir. Hugsið hvað þetta væri heimskulegt. Hugsið hvað úrslitakeppni er nú heimskulegt þó hún svo skemmtileg. Að Káa væri núna að koma inn í einhver úrslitakeppni heitir. Veitu hvað við? Eftir að hafa ekki getað neitt í apríl og maí þá var þið bara núna í lóktíma þeir eru heitir núna og þá bara og núna byrja mótið allir eiga séns þannig að ég segi þetta er deild, þetta er mínideild þetta er nefnilega deild og það er bara svoleiðis við ætlum að tippa á þetta allt saman og gerum það sjálfsögðu með steypistöðinni góðu hún er hérna 1, 2 og hér er þetta hérna Jú. Sterkari lausnir og Doktorfútból sterkari lausnir og steypistöðin besti tippari landsins Gunnar Birgisson maður sem að þekkir þetta game hefur kvartað sáran yfir þeim tipprósum í handboltanum það er Pónsan ég þurfti að endurskipuleggja heimilisfjárhæðin þökk sér þetta Pónsu aðra vikuna í röð Where's my money, Terry? Þetta var afhróð þetta var algjört afhróð en kíkjum aðeins á þetta það var metta sérfræðingin og Ranna Guðmunds skytið Gjörðu svo vel Gunnar Káur Vestri ég ætla að segja 2-0 Káur Fram Fylkir Fylkir bánsa alltaf tilbaka þarna þetta verður 1-1 Káa HK
Þessi leikur í miðri viku. Já, þetta eftir bikarúrslitin. Þetta veltur rosa mikið á bikarúrslitaleiknum. Það erfitt að spá svona 2 leiki fram í tíman, sko. Og það ef að K vinna, þá tapar þessu leik. Ef að K tapar, þá vinna þennan leik. Og þá vinna þennan leik stórt, 3-4-0. Ok, þannig að þú ert með tvítrykkt á þetta. Nei, ok, ég ætla að... Já, ég verð að fá að tvítryggja þetta. Já, okay. sorry. Þetta er mjög skrítið. Fyrst á eina tvítryggingin mín. Ok, svo það í deildinni sjálfri, það að segja í efra playoffinu. Þar erum við með þetta svona, þetta eitthvað aðeins hægt hérna hjá mér, því að þetta byrja ekki fyrir á mánudaginn. Breiðablik IA. 3-1 Breiðablik. Valur Stjarnan. Þetta verður 4-2 Valur. Víkingur FH. Það fá tvítryggja hann líka? Nei, ég þarf þess ekki. Þetta í Víkin eða ekki? Jú. 3-2 Víkingur. Já. Okay. Þetta rosalega flott tipp hjá þér og vonandi dettur eitthvað að þessu hjá þér. Já, það er nú vaninn. Þú ert nefnilega hann er lunginn, það má ég það. Já. Það vantar ekkert upp á það. Ég var ekki með neitt í jafntefli. Hvað segirðu? Ég var ekki með neitt í jafntefli. Jú, 1-1 eða ekki? Jú, 1-1 Framfylkir. Já. Eina sem svona ekki líklega. Nei, ég ætla ekki að gera þetta. Þú breytir ekkert. Nei, breytir ekki. Þetta kemur til mín, sko. Já. Þetta kemur til mín. Það eru áttað á því, Hjálmar. Þetta er betur. Og spilað sunnudag, mánudag og hvað er lít sem við erum að fara inn í stráka skemmtilega heit, sko, þetta er geggjað. Þetta verður gaman. Við ætlum að kíkja á meistaradeild Evrópu. Það er hér lag sem að Ali Nokko kallar einfalda mest iconic lag íþróttana, Champions League, lagið góða. Sé að Berúba er á borðum. Mismunandi fólk með mismunandi þarfir, segja Nokko menn. Ótrúlega magnaðir skulle segja þetta. Já, gaman að þeim. Alli snillingur, sko. Hann er Þróttar Old Boys boltanum. Já. Segur. Já, mjög, virkilega, sko. Já. Heyrði, hérna... Hann er skrokkur, sko. Djúri skrokkur. Gárungarnir voru strax að gera grína þessu jafntefli Arsenal í gær, talandum að þeir séu að ferðast Evrópu til að safna fríðindapunktum. Það var rosalegt. Horfðið á hana leik. Þetta var svakalegt. Þetta var bara Tony Pulis bara. Þetta var bara svakalegt, sko. Já, þetta var ekki enskri knattspyrnu til sóma. Þetta var ekki entertainment. En stig í hús. Já. Eitthvað frekar heldur en Manchester City deginum áður. Á heimavelli. Já, þeir fengu XG upp á 2,70. Það var alveg magnaður XG. Þetta var Atalanta, sko. Já, það er erfitt að fara til Bergamo. Ég meina, Liverpool menn ætti að þekkja það og fleiri. Já, Manchester United vann þarna á síðast þegar fór þarna. Já, en það er alltaf erfitt að spila úti á Ítalíu og ég meina við Nei, Liverpool tóku AC Milan bara easy. Já, en við þekkjum uppgang ítalska boltans með einhver 100 lið í meistaradeild. Nei, bara ef við tökum burt allt, ég er alveg sammála að maður svona hefði kannski mögulega vilja sjá örlítið meiri einhvern veginn, sko, það sem að pirra mig mest í þessum Evrópuleikjum. Við getum farið 1 ár aftur í tíman, 2 ár, 3 ár aftur í tíman. Það sem að pirra mig mest er bara, við erum svolítið að falla frá því sem við erum að gera eða það sem Arsenal er að gera í deildinni. Mér finnst build-up breytast, mér finnst svona varkárni aukast, mér finnst sóknarþungi minnka og ég veit ekki alveg af hverju, því að það er boltinn sem að Arsenal eru eiginlega bestir í þessa dagana. Já. Af því að þeir eru það góðir varnarlega, öflugir varnarlega og nú síðast bara Ríó Ferdinand, góðsögn í Manchester United, að segja að Gabriel og Saliba sé besta miðvarapar í Evrópu. Að við fáum ekki Arsenal fær ekki á sig mikið af færum. Þess vegna skil ég ekki af hverju það er þessi varkárni í þessum leikjum. Ég ætla hins vegar að taka þennan leik út fyrir söga. Arsenal er með marga leikmenn fjarverandi. Hversu marga? Martin Ødegaard. Mikkel Merino. Hann er ekki spila fyrir liði, sko. Það er ekki hægt að setja hann fyrir fjarverandi, sko. Það getur bara sett leikmenn sem ekki þá komni fjarverandi, sko. Hann er aldrei spila, sko. Þannig að, já. Leikmaður leysir sig ekki. Ok, hvað er það? Calafiori. Nei, Calafiori spilaði í gær. Já, búin að vera fjarverandi.
Þessi rök halda engu vatni, sko. Hvað meinarðu? Martin Ødegaard mikilvægasta leikmaður liðsins. Ég held að við getum alveg verið saman um það. Já, hann fyrirliði liðsins, það ekki ástæðalausu hjá honum. Gabriel Jesus var fyrirliði í gær, sko. Já, það mjög skrítið. Það var rosalega skrítið múf. Já, það mjög skrítið. Það var virkilega furðulegt. En ég veit ekki, þú veist, ég er sammála, en verandi með þannig leik á sunnudaginn sem ég myndi halda sé svona kannski áttfalt mikilvægari leikur, að þá bara það að ná inn stigi og sína kannski, ef ekki segja þetta sé besta markvarsla allavega síðustu 20, 30, 40 árin. Já, þetta var rosalega skalla ég. Ætlar að móðga Arsenal-mennum að landa allt með að bera þetta saman bara við Vösturinn og Síman á móti hérna Sheffield United á sínum tíma. Já. Þetta var frábær skalla hjá Redviki skalli hjá Redviki Það skiptir einhver máli hvar hann skallar á markið, þannig að þið geta skallað í fangið á hann, sko. Þú þarft samt alltaf að vinna, hann er búinn að fara út úr stöng hinum megin, sko. Já, þetta er ótrúlegt. Reflexið. Já, ég held að þetta var ekki, hann átti bara að verja þetta. Þetta var velvarið, frábærlega gert. Nei, Hjörvar, ég nenni ekki þessu, hættu þessu bulli. Hann átti náttúrulega ekki að verja þetta. Ekki segja það. Ekki segja hann átti að verja þetta. Litli maður átti að verja þetta og hann varði þetta. Heldur betur. Sko, Hjálmar, vorum að ræði í gæri Ég var ángríns ef Andri og Anna hefði varið hann verið þetta til hlýðar hann mista hann bak við sig Hjálmar, vorum að ræða lið sem eru svona í stærri kantinu sem hafa ekki unnið meistaradeild Evrópu og þar auðvitað kom Arsenal og Tottenham inn í samtalið og þetta var óbúslega skemmtilegt samtal á margan hátt Hvert þetta að fara með þetta? Nei, vorum að tala um hvað fleiri önnur lið sakniði í þessum topp-píramíta í fótboltanum að hafa unnið þann stóra með stóru eyrun. Mér datt í hug Eintracht Frankfurt. Já, þetta er frábært sjátt. Náttúrulega Arsenal hefur ekki unnið Evróputitil. Þeir unnið Evrópukennir byggar af Alan Smith. Ég er að segja, en hún er ekki lengur til, sko. Já. Þú veist, þeir hafa actually ekki unnið, sko. Tottenham vann UEFA Cup, sem er Evrópukennir félagslega, þú veist, sem er bara Evróputildin í dag. Þannig að það er þeir lokuðu hérna 84. Þannig að Arsenal er raun og veru eina liðið af þessum stóru sem hefur ekki unnið Evróputitil sem var ótrúlegt algjörlega ótrúlegt En þeir eru saman á stíg og fríðindapunkt Þeir eru flott mæla samt að fríðindapunkt bara hei, fáum vildapuntar og svo frí sem getur allt þetta flóið eitthvað frítt í næsta sumar frí eitthvað flottan stað þetta er bara ekki þetta er heldur betur við töfum ekki á þessu hérna bara aðeins með Liverpool bara mjög samfannandi þetta var the Italian job eins og við segjum þetta var bara fárálega vel gert sko ég held þetta er erfiðara en svona miðað við hvernig AC Milan hefur farið að staði í ítalska boltanum og það hefði mátt að vita að þetta er nú kannski aðeins auðveldara ég held bara að þetta er erfiðara sko Fonseca, hann er ekki með neitt með sér þarna greiðikall, þetta er einhvern veginn dún kaupa hérna Emerson Royal kom inn á já, þetta er náttúrulega geggjaða gaur en þetta sýnir bara hvað þetta er ríkalegt lið sko. ríkalegt það gerir það því miður þannig að þannig fórum sjóferð þá vinna Barcelona tapa fyrir Monaco Michael Jordan í stúkunni jú, það var svakalegt Monaco, þeir voru að tala um í útsendingunni í gær á Stöð 2 þeir voru að tala um hvað það var leiðileg leikirinn í den sko þeir munið eftir þessu ég fannst einhvern veginn, það var ennur ára yfir þessu velli núna það var meiri stemma það var læti það var læti það var svolítið gaman að því og því við vonda minningar það breytist allt við þetta rauða spjald já, það var rétt þessi Erik heitir hann Erik Garcia hann er bara ekki nógu fyrir Barcelona þetta var eins og það var Jamal heldur áfram að skora frábært mark mjög vel gert hjá hann við slum kíkja bara yfir í en maður er þakkláttur hins vegar fyrir það að Arsenal er komið á þann stað að það er katastrófa að gera jafntefli á útivelli í mestadeild Nei, það var ekki að tala um katastrófu, bara að tala um andlist það var ekki að tala um það, fín úrslit þannig bara flott en 11 leikir í Premier League sterkustu deild í heimi á þess að lenda undir á útivelli og hvað til að sína fyrir það? Sæti í mestadeild annarsæti að berjast til lið sem er núna í réttaröldur það er stundum gaman að koma númer 2 það getur það segja gárungarnir förum í enska boltan Lísabúðin á toppnum síðan 1988 Dóttarfútból á toppnum síðan 2018
Já, það að fara að styttast í þetta að við fáum Versace spaðið sem að við höfum öll verið að bíða eftir í Hótel Keflavík. Ég verð að bíða að bíða aðeins lengur. Við erum að flýsaleggja þarna. Ég fer bara eftir núna eftir hádegi. Þetta geðvögt. Þetta geðvögt. Ég veit allt um það. Forsetið buð mér. Ég veit allt um það. Ok. En það þessi leikur á morgun Manchester City og Arsenal. Ég held að á sundaginn sig. Klukkan 4. En 4:30 eða? Þannig að 3:30 ásiki, ég náttúrulega fastur alltaf í braska tímanum. Ef við veljum sameiginlegt byrjunarlið þessara liða hérna í Hjálmar, því að þú Manchester City, kveikja þeir eitthvað tauð í þér? Já, ég myndi segja það. Ég myndi segja að það væri kannski svona mitt second team í enska. Þitt lið nummer 2? Já, ég myndi segja það. Ég hef alltaf gaman af City, ég hef alltaf haft, alveg síðan bara þeir voru ströggling, sko. Þannig ég hef gaman að sjá það á stóra sviðinu. Heldur betur. Ef við svona setjum sameiginlegt lið og þetta setjum bara Ederson í markið. Að sjálfsögðu. Miðverði, af því að bara hann hefur unnið þess að titla. Hann er búin að vinna allt. Já, en við erum að tala um current. Erum við að tala um að taka söguna líka? Nei, hann var að leggja upp marki hérna. Já, hann er með stóðsetningar, hann er með rosalega fætur. Nei, hann var að gera 0 jafntefli bara eins og David Raya síðast. Já, helt hreinu. En ég held að David Raya sem er hæsta XG against af þessum toppliðum. Prevented XG. Í þessu leiktíð. Já, hvað er sample size? Það eru 3 leikir. Já, það er náttúrulega ekkert að marka. Ég þarf stærri sample size. Ég er alveg sammála að gera þetta. Allavega, þú ert með Ederson í markinu. Miðverðir, ef ekki að gefa Saliba. Saliba, sammála okkur? Jú, verðum að gefa hana. Já, sammála því. Ok. Hvernig ætlar að vera með hann? Það er nú málið. Viljum við ekki Díaz allir? Nei. Ég tek Saliba og Gabriel, ef við ætlum að tala um miðverðarteimi, þá er þetta, ég meina, já, en þessi góðsögn í bæði enska landsliðinu, Manchester United og lifanda lífi, Ríó Ferdinand. Já, hann bullar mikið, sko. Nei, við getum ekki tekið Gabriel fram með Díaz. Ég held að það sé bara ekki sjens. Og það er 2-1 þar. Gabriel, það voru Díaz og... Ég sé alveg hvað er að... Nei, þetta er ekki þannig. Ekki byrja þessu, Gunni. Við erum fullorðnir í smástund. Hægri bakvörður. Hvernig er það með sem hægri bakvörður? Ekki Ben... Er það Ben White? Við ætlar að gefa Ben White frekar en Kyle Walker, eða? Það er náttúrulega ridiculous, en það er ekki halda að það sé eitthvað gegn þér, en ekki halda að Ben White taki Kyle Walker. Nei. Það er hraði. Hvað hefur Ben White fram með Kyle Walker? Skiptir það einhverju máli? Nei, ég spyrir þig. Ég var að biðja mér á fullorðin smástund. Já. Hvað hefur hann fram með þér? Hann er betri varnarlega. En Kyle Walker? Ekki snegri allavega. Ég ætla að gefa það vinstri bakurinn. Bara að því við erum á current form. Ég ætla að gefa Júrien Timber. Já, ok. Ég er enda að mér finnst það góð gjöf. Já. Gaurinn er búin að spila 3 leiki í ensku. Já, því að maður verður svo meðvirkur þegar Nei, hvað mennur full? Nei, ég meina ok, það er bara flott gjöf. Ég kinka á kolli. Nei, verður með í samtali. Ég baði maður að mér finnst Ben White, mér finnst vörnin hjá Arsenal vera svo besta í Evrópu, þannig að já, ég tel það vera svo að þeir eigi að vera allir í byrjunarliðinu. En það er kannski glæpur. Við báðir lítar eftir þetta bæjandæmi. Við séum báðir svolítið þegar það fóru stóra testið á Allianz. Við erum báðir heldur pínu litaðir. Sammála því. Af því. Þess vegna ég spyrja, er þetta sagan? Þetta er núverandi? Þetta er bara gæðin. Já. Við sáum Saliba á EM, en það ekki? Saliba er. Það stóð sér fínt á EM. Saliba er líka inn í. Það er bara engin spurning. Saliba er hann. Heldur betur. Við málum sammála það. Ef við förum í 3 á miðunni, og Rodri, við hljóðum nú aldrei að saman á það. Er það ekki? Rodri er saman. Já, 100%. Kevin De Bruyne. Já. Og ef við förum í heila leikmenn, og þau eru bara að tala um heila leikmenn. Já, einmitt, og svo eitthvað svona. Hvernig var að taka... Ég skal leifa þér að fá Arsenal-mann að þín. Já, leifa mér að fá Arsenal-mann að þín. Hvern myndur þú taka inn? Hvaða Arsenal-mann viltu fá á miðuna? Bara, skiptir engum. Heila leikmenn, á vendalega Declan Rice. Declan Rice, ok. Setjum hann, leifum honum að vera að þín. En akkur ekki Martin Ødegaard? Af því hann er meiddur í 2 vikur. Það heitir þannig á. Ég held reyndar þessi meðsli Ég hafði Nathan Aki ekki vinstri í bakverði. Hann er meiddur. Já, það hefði hann ekki. Ok. Já. Ok. Ekki öll vilda sem meðs. Já, ég meina, hann er langt á undan Júrien Timber í hollandska landsliði. Hann er sko áallega Martin Ødegaard miðjan nóvember. Þetta er ekki 2 vikur. Þetta er miðjan nóvember. Áður en að Júrien Timber meiddist náttúrulega, þá fór allt uppspil hollandska landsliðsins í gegnum hann. Ok, förum í... Fékkst Rice. Má Holland þá vera frammi?
Sjálfsögðu. Já, ok. Hæra megin, ef ekki að gefa Saka? Jú, auðvitað. Saka? Já, en hvað ætlar að koma Kai Havertz fyrir? Sáðu hann í gær. Já. Þetta var svakalegt að horfa bara. Hvað ætli goal involvement sé hjá honum? Þú getur ekki komið ángríns honum þannig, það er bara þú getur það ekki. Nei, hann mun ekki eiga breyki í þessum leik eins og hann átti ekki breyki í leikjunum tveimur eins og Haaland, bara nákvæmlega eins og Haaland. Haaland lifti endaði með bikarinn. Já, en Haaland gat ekkit í leikjunum mútið Arsenal. The winner takes it all. Já, en oh my god. Þú veist, þetta er gamla góða lag með ABBA, The winner takes it all. Já, kekkja lag sko. Frábært lag. Með honum sem þriðji maður þarna frammi, er það ekki, og á Bernardo Silva. Það er rosalega skrítið að skilja Bernardo Silva úti eftir. Já, alltaf þess að byggja það. Já, 12 mörk í fyrra og 10 stóðsendingar, það er bara, það er rosalega skrítið. Sko Guðmundur Júlíusson, einn harðasti Arsenal-maður sem ég þekki, hann sagði mig að hann spáir þessu 3-0 sigri. Eitt í þessu? Já. Kevin De Bruyne verður ekkert með helgina. Jú. Er búið að gefa út af hann er fjárverandi. Hann er fjárverandi. Er hann ekki bara gulur? Býtu, var Peppa að segja? Nei, hann er ekkert búin að segja það, en hann er í hvergi í possible startin ræna. Ég held að þetta hafi nú bara verið... En ef hann er ekki heill? Ef hann er ekki heill, ef hann hefði sá á mundi. Já, þá hlýtur næstu maður inn að vera Thomas Partey, eða ekki? Nei, ekki eftir... Það var rosa hvernig það fór með hann. Ok, Kai Havertz, þá setjum við Kai Havertz bara miðina. Þá setjum við Kai Havertz bara miðina. Við lendum þessu þar. Það er ekki hægt. Við lendum þessu þar. Nei, það er allt og margir undan honum. Guðmundur Júlíusson harðasti Arsenal-maður á landinu. Kannski andlit Arsenal-manna á Íslandi. Hann spáir þessu 3-0 fyrir Manchester City og hann segir þetta verið svipað og voruð 23. Hvernig séu þið þetta? Ég er tilbúin að veðja ansi háum fjárhæðum að þetta endir 0-0. 0-0? Aftur? Já. Snúsfest? Ég held það. Og ég væri mjög sáttur við það. Það er ekki séns að bæði við gerum 0-0 jafntefli meistardeild, það ekki aftur 0-0 jafntefli. Ég væri mjög sáttur við 0-0. En er það ekki þetta attitút sem þýðir það að Arsenal er ekki að fara að vinna? Nei, við þurfum bara að vinna það heima. Þú voru ekki að fara að sækja City. Þurfum bara að vinna það heima. Þeir gerðu það í fyrra. Já, þurfum bara að vinna það heima. Já, þeir gerðu það í fyrra. Já, það voru aðri leikir sem að trufluðu. Aðri leikir sem trufluðu. Ég held að þetta sé City sigur. Ég held að það sé bara... Það er eina sem hún sér í spilum. Já, bara 2-0, 1-0 í hálfleik og svo kemur fyrst setna marki bara snemma í setni og voru bara búið. Ætlar að hate-watch þennan leik eða myndu bara horfa á rólegur? Ég var bara slagur, silkislagur heima. Þetta er eins garantera 0-0, sérstaklega þegar bæði lið voru að spila í miðri viku, en ekki séns. City náttúrulega fær bæði náttúrulega auka kvíld og spilaði heimavelli. Þetta gæti jafnvel farið ridiculous game. Þetta gæti farið 4-5 mörk. Nei. Það er alltaf mörk í þessu. Við meðum ekki segja, nei, við meðum ekki segja bara eitthvað svona bull. Hvenær fær Arsenal á sig 4-5 og tapa 4-5 og tapa 3-0. Þetta höfum við ekki séð hjá þessari vörn og hjá þessu markverði. Hjá þessari vörn og þessu markverði, þá höfum við ekki séð svona. Var ekki Vestam eða Fulham sem var hann einhver... Það er 2-0 á móti Aston Villa. 2-0 á Aston Villa líka. Það hefði ekki verið úr örugla XG sem var 0,05 eða eitthvað. Nei, það var ekki ólum. Ég ætla ekki að vera að detaila einhverja leiki frá í fortíðinni, sko, þó að það væri gaman. Það er enn í sér hlaðvarp. Já. Drengir lagning með Dr. Fútból og það eru fleiri leikir. Liverpool og Bournemouth mætast, þar sem að Alisson er eitthvað tæpur, markur, það er eitthvað vöðvameðsli á honum. Crystal Palace og Manchester United mætast, mörk búa til sjálfstraust og 7 mörk í vikunni. Hjálmar Örn Jóhannsson. Náttúrulega pappi er United maður, höfum það á hreinu, pappi er United maður og hann er búin að heldur betur frústuriðar á undanfarið, en hann var ánægður með 7-0-ið, djúvillar hann ánægður, hann horfði frekar á það heldur en meistaradeildina og hann var ánægður líka að sjá sín maður Rashford. Við erum miklu Rashford-menn og ég er búin að vera svolítið með Rashford í fantasy, ef við erum gagnrýndur fyrir það. Það er eitthvað sem er að fara að segja mér að það er að fara að skila. Það er að fara að skila. Hérna, Gunni, þú sagðir í hérna síðast að þú hefur áhyggjur á Tottenham-liðinu. Gunni, þær áhyggjur, þær ennþá? Hefur þær ennþá? Já, ég hef nú svo sem hvergi sagt það, eða þú kannski lesið hugsanir bara eða eitthvað svoleiðis frekar, en... Það sýtur ennþá í hennum þetta samfélagslega líð. Þú verður að náður upp úr því. Nei, þú veist. Það verður að geta gefið. Hvort er þetta glas hálffullt eða hálftómt? Já, það er hálffullt. Það er hálffullt, það er rétt. Tottenham er að fara að spila gegn Brentford helgina og þú hefur áhyggjur á Tottenham-liðinu. Já, ég hef það.
þeim hefur náttúrulega alls ekki tekist að replacea Harry Kane og það sem að kannski vandamáli hjá þeim líka að leikmenn eins og Bentancur, Brennan Johnson og svo kannski, þú veist, fíllinn sem að stendur á miðjustofugólfinu, Dominic Solanke, þetta eru bara því miður. Ef að Tottenham ætlar sér að vera í baráttunum efstu 4 sætina, þá eru þetta ekki nægilega góðu leikmenn og Hjálmar hlýtur að vera saman Við finnst alveg frábært að dæma Solanke af 2 leikjum. Nei, ég hef búin að sjá hann mjög oft í Premier League og hann líður ekki vel að fyrra. Já, hann líður ekki vel að það. Hann sturlaði fyrra. En þeir finna bara ekki alveg plássi fyrir hann. Þetta koordinator búin að berjast meðsli, fara höfuðmeðsli í fyrsta leik og þannig ég menn allt of fljótir að panika, allt of fljótir. Þetta sko, season rétt að byrja. Við vorum að spila betur gegn Arsenal, viðurkenndum það, en þegar við töpum 3-2 núna fyrir ykkur síðast heimli. Þeir eru konir í 3-0 eða eitthvað það ekki. Fannst þér eitthvað jákvætt við vorum að úr spila þessu leik? miklu betur. Og meitt mark á okkur, notabene úr marki sem að þeir hefði alveg getað að fara í skjáinn ef þeir hefði verið klókir. Nei. Ég sé allir saman á það. Nei. Það var ekki gert. Hann hefði alveg getað gert það Romero. Ég skil ekki okkur hann gerði ekki flugþreyta. Þú veist að bóka sjálfur eitthvað flug. PGM-ól hefði alveg getað flötað hann að leika af okkur, það er alveg rétt. Já, þannig að við vorum að spila betur, við erum gjörsamlega búin að þrýsta öllum liðum, auðvitað vanta mörkin þegar þeir koma, þetta er svolítið svipað eins og fútbolmann sé, þeir koma það er bara svolítið, það bara stoppar það ekki. Þá ég býð bara eftir að brotni flóðgáttin sem að gerast núna undir Brentford. Þeir mæta Jóhann Vissalausu Brentford-liði, þannig að þetta er leikur sem má heldur ekki tapast eða ekki réttin. Ég skal viðurkenna það. Þeir verða að vinna þennan leik, þeir vinna 1-0 kannski. En Brennan Johnson, hann svaraði á móti Coventry. Já, hann svaraði. Já, sá svaraði í Kyrþey. Það er alltaf sterkt þegar að menn svara. Já, eins og Antoni þegar hann svaraði á vítapunktunum á móti Barnsley í Kyrþey. Það var sæmilega vítið. Það var geðveikt. En veitir hvað? Það sótti það líka sjálfur. Já, hann nátti þetta. Það var það sem það væri óskandi ef hann myndi ná kannski, hann er töltilega gamall, hann er held í fæddur árið 2000, þannig að það væri gaman ef hann myndi ná kannski fyrsta tímabilinu yfir 10 mörk á atvinnumannaferlinum. Það var gaman. Maður alltaf þessar minningar árum þegar skoraði fyrsta markið sitt. Það er svona að maður fær alltaf þessar hlýju minningar. Og maður hallar sér að þeim Dr. Fútból ætlar aðeins að tippa á þetta. Hjálmi, þú ert sérfræðingur í enska boltanum. Já, ég hef fengið rosalegt heit á Twitter þegar ég tippa. Hvað er þetta? West Ham Chelsea. West Ham Chelsea, þetta er 0-2 Chelsea. Aston Villa Wolves. Ég ætla að vera þarna, þetta er svona Midland derby. Ég ætla að segja 2-2, óvænt. Já, Fulham Newcastle. Þetta er því miður 1-3 úr Newcastle. Já, og þá fara Newcastle á topp. Ég veit að þeir fara á toppin. Siggi Sörens kátur á laugardaginn í Dockson. Leicester Everton, ég ætla að segja 1-2. Everton, þetta er fyrsti sigur. Þægilegt. Liverpool Bournemouth. Nice. Liverpool Bournemouth. Það er bara 3-4-0. 3-0. Bara walk in the park. Þú heldur að ég jafni sig eftir áfallið gegn Forest? Absolutt. Þetta eru trilltir í þessu leik. Southampton Ipswich. Þetta er leikur. Þetta er svona leikir horfum ég á. 2-2. Ég er ekki grína. Þetta er leikir sem ég horfum á. Ég trúi þér. Þetta er hútt pjúristi. Já, ég er pjúristi. Tottenham Brentford. Þetta er, ég ætla að segja 4-0 og nú er það að byrja. Já. Ég ætla að teipistrákar. Hvað er að byrja? Bara marka flóð. Nú er það búið að vera svo rosaleg XG fæsla á þessu liði. Crystal Palace Manchester United. Þarna er því miður Crystal Palace svo rosalega vonbrigði hvernig það byrjað. En United bara siglur þessu heim 0-2. Já. Og Brighton Nottingham Forest. Þetta er jafntefli. Ótrúlegt. 1-1. Nottingham Forest eru segir. Já, þeir virðast nefnilega bara að byrja þetta nokkuð flott og svo er það Manchester City í Arsenal. Já, ég held við miðjuna spá. Það er 2-0, 1-0 í fyrir áleik og 1-0 í seinni áleik. Já. Þannig að hvað segir? Hver á að skora? 1-0 í fyrir áleik og 1-0 í seinni áleik. Það er 2-0. 2-0, já. Hver á að skora? Það er Haaland tekur að sjálfsögðu annað markið. Það er alveg klárt. Haaland. Munið þegar Haaland skoraði 0,0. Já, í pointless goal. Já. The pointless goal. Ég ætla að segja sjálfsmark Gabriel seinni áleik. Hatriði mikið. Eðlilega. Munið þegar hann skoraði þegar hann var búinn að taka teig úr. Já. The pointless goal. Það þarf einhvern að fara að ræða við það með þetta, sko. Það þarf að en það var bara sem stangaðan yfir Rob Holding sem er núna ánliðs. Nei, hann skoraði með löppinni. Skoraði með löppinni.
Þegar Rob Holding var í vörninni hann skoraði markið Rob Holding skoraði markið fyrir Arsenal í the title decider. Ég veit það ekki. Nei, hann pottmilið. Hann var í einhverjum útistöðum við var hann ekki á Crystal Palace eða eitthvað? Vildi hann get the bag eða? Örugglega, geti ekki verið með Ég held að sé hann þá, skráður. Eru vinnarar og lúserar í vikunni. Einar á eru vinnarar í vikingabransanum og þið sjáu það núna hanga treyjurnar fallega hérna. Þetta double tape frá Einari á og þeir sjá allt lím í öllum bransa. Þetta double tape? Þetta double tape, já. Ok. Strákar, hver eru vinnarar í þessari viku í þessu öllu saman? Ég verð að segja naflinn. Já, rísa samningur sem hann búin að skrifa aftur upp á nýtt við Stöð 2. Já. Sæna upp á nýtt. Já. Og hann verður aldrei grófari segir. Nei. Þannig að ég spenntur fyrir honum. Naflinn á klárlega heima sem vinnur í þessari viku. Já. Gunnar, ertu með eitthvað vinnur fyrir okkur sem hefur svona átt þessa viku og gert vel? Sástu að Rory McIlroy svo sló og skaftið fór af. Já, það var enda róslega. Og höggið endaði að hausinn fór af. Ég lendi í þessu síðustu viku. Þar síðustu viku. Já. Ég meina við verðum að gefa náttúrulega þjálfurunum sem eru yfir í EM-unum. Haraldur og Maggi. Já, þetta er rétt. Og fleiri vinnarar. Kópavogsbær náttúrulega eins og við vorum að fara yfir. Kópavogsbær, Ásdís Kristjánsdóttir. Já, gengur vel þar. Já, heldur betur. Ásta Kristjánsdóttir. Ásta Kristjáns. Já. Og fleiri vinnarar. Ég var úsótt, ég veit hlustar allt sem ég er í sko, þannig að hún er vinnir. Hún er Kópavogsbúi líka. Já, hún er hérna á Vesturbænum. Og mamma og pappi eiga hérna blómabúðina á Hollandsbyggð. Þeir eru búin að selja hérna. Þannig að já. Þetta eru vinnarar. Ég held að það sé vinnarar þess að vinna. Eru þið með einhverju lúsina? Stjarnan, við verum að segja Stjarnan í handboltanum líka. Tóku Val og Tedda Ponsu. Gerðu eiginlega bæði. Ég held ég verið að bara enn og aftur að lúsirann er þetta blessa handboltadæmi sko. Maður sér ekki neitt að þessu leikjum eða neitt sko. Ég veit ekkert hvernig það byrja, veit ekkert hvernig það eru. Þannig að ég verð að segja bara handboltin er svolítið lúsirann núna sko. They overplayed their cards. Já, þetta var rosalega svekkjandi að missa það þarna út. Sem gamall hérna viðskiptavinur á gullöldinni þá veistu að það er vont að overplay your cards. Já, heldur þetta kallir mig í innra herbyggja á gullöldinni. Erum við með eitthvað aðra lúsera eftir þessa viku? Hverjir eru fleiri svona sem hafa í mannan og svo sem ekki sko? Nei. Það var enginn að skýta á sig þessa viku. David Raja. Vinnur. Já, vinnur, hann er vinnur. Frábær framistæða í Bergamo. Já. Lúserar, ég meina AC Milan voru þarna einhvern veginn. Það eru algjöru lúserar Fonseca því miður. Ég hef enga trú á Fonseca. Enga trú á hann. Hann glæsilú samt. Já, lottur. Vist það ekki? Jú. Þannig að já, ég held að sé ekkert, það voru ekkert margir í Loser Festival þessa helgina, þessa vikuna. Við erum líka bara jákvæðir. Ég sé aldrei. Þú sér þetta ekki? Nei. Þú ert bara ekki með þessi gleru. Ég segi, þú getur kannski gert mistök, en ég hugsa miklu meira hvernig, kemur þetta tilbaka. Já, eins og þú sendir eins og mig. I've failed over and over again, and that's why I succeed. Hann sendi þetta? Já, ok. Þetta er Gunnar Birgislína, það er ekki margir sem veit þessu. Ok, það er geður glína. Já. Heldur betur, við ætlum að kíkja á það eru margir að hlæja þessar flottu mynd sem ég er með af Hjálmari mínum. Byrju, hvað settur þið? Nei eða já. Já. Skoða nei eða já með I swear. I swear. Já, heldur betur. Svanur Jónsson spyr nei eða já, mun Solanki skora meir en 5 mörk í öllum keppnum á þessu tímabili? Hver sagði þetta? Svanur Jónsson. Svanur, já, hann fer í, ég ætla að segja bara hér og nú, 15, lágmark. Ég ætla að segja já, en hann fer ekki yfir 10. Nei. Hann fer yfir 15. Hjálmar, er Kaggi byggður á Gunnar Birgis? Garokkarla maður heim og dörnum var. Ég var ekki bara að kynna Gunnar eða hann kom. Það lípa í liði. Það er Tómas Nílsen sem á hana frábæra brandara. Eru Arsenal í þessum Evrópuleikjum bara til að safna flugpunkt? Það er ríkala gott. Hann er trillt gott. Já, vel gert Tommy. Að setja hjarta á þetta. Já. Þetta var alveg Er Gretar Guðjónsson púslið sem vantar í KR-spilið? Ég fæ ennþá reglulega sko, það sendin.
menn sakna Gretas. Já, það var helviti gott. Ég er náttúrulega, þú veist, vintage hjammi, ég er náttúrulega að byrja, ég er örugglega bara fyrsti gæinn sem að subscribe á snappinu. Já, ég fæ alltaf bara ping, Hjálmar posted story, ping. Já. Þá var maður að taka alla þessa karaktera, sko. Veistu, hvernig ég áttaði mig á því að Hjálmar var svona fyndið? Það var þegar að hann birtir mynd á Facebook af Jóhanni Jóhannssoni sem að tilnefnd til Óskarsverðlauna og sendi bróður mínum eitthvað huglega kveðjur yfir hann þá ég að vinna á morgunútvarpinu á FM og ég bara, ég ætla þeir bræður lítur alveg eins ég hringdi auðvitað í hann og þú náttúrulega sprakst aldrei ég var búin að fá like frá fullt af fólki sem aldrei fikk like frá Jón Gnarr og búin að hjarta þetta og alls konar þannig að það voru allir á vagninu það þetta að segja sem hann værið ekki þannig ég held ég bara áfram Arsenal jafn traust og Volvo fasteign á hjólum þetta rosalega, sko, Volvo náttúrulega traustu sem bræðast aldrei en Volvo í fyrsta seti það bara svolítið, það munurinn Í hvorri deildinni líklegra að Afturelding og Fylkir mætist á næsta ári? Kalla eða ég er skítrættur að þessi lið verði ekki í sömu deild á næsta ári frábær, neispurning En hvenær megin? Hvenær megin? Já, nei, ég meina hvorri deildinni kalla megin einmitt, hvort það veri í lengju eða bestu Ég ætla að segja bestu Já Mun Valur Orri leiða Grindvíkinga til sigurs í bónusdeildinni? Elska Valóra og alla hans fjölskyldu og hef gert lengi vinur minn á Króknum en nei, stólarnir verða Íslandsmeistari í ár það er frátekið Martinelli ofmetnasti leikmaður heims spyr Ísak Helgi Nei, ég ætla að segja eitt hana Martinelli var aldrei neitt svona góður það er svolítið svona búið óbúslega sorglegt eitthvað það er 22-23 þegar hann skora 16 mörg og leggur upp eitthvað svipað það var svolítið fyndið, hann kemur hann á einhverju fjórðu deild eða eitthvað í Brasilíu keyptur, en hann var aldrei þannig að skrítið hvað menn að gaggrina mikið því hann var aldrei svona rosalegu sko. Það er bara óbúslega erfitt að horfa upp á þetta en svo skrítið og þannig að eitthvað eitt sísón sem hann nær svona sem að margir hafa náð one hit wonder yngri en Antoni til dæmis og yngri en við erum allir yngri en einhver sko. átt komuna lín, allir halda næsta lagi verið gott svo gerist það ekki Nei, en hann á komuna lín þannig að hann má ég er alveg sammála að það hefur verið vonbrigði til dæmis hvernig hann hefur verið á þessu tíma Hvað er það margir leikir? 17 leikir eða eitthvað? 13 leikir sem hann er ekki komið að marki eða? Já, en 16 mörg, 22-23 það er svona, það segir manni að það býr player þarna Eru Rúnar Tröstes eru völvararnir að fara í bestu 2025? 26? Nei, ég hugsa nú ekki Hjammi, ertu hávaksnari en King Blue? Já, ég er 184 Hvað er í gangi? Já Það er svo mikið á góðum Já, en ég verð að lesa þetta eftir Þetta er ekkert meira Já, það var rosalega mikið en við erum ætla bara að Dóttur fútból, þú manst, dagskrárgerð Þetta er dagskrárgerð og aðeins að æsa upp Gunnar Birgisson það er dagskrárgerð í bland við að æsa hann upp Herru, ég mæla með U17 special hjá Jóaskóla og þeim í draumaliðinu og ára Það er frábært Það var geggjað þáttur. Við fengum Emil Ásmunds og Sindra Björns. Ég held að Sindri Björns, ég held að það verði svona þegar hann hættir, þá ég held að getur hann einhver hlaðvörp svona farið að heyri. Það getur komið í showbiz. Já, welcome. Showbiz eftir boltan. Hann er bæði væðarlaus og svo er hann líka umbúðarlaus. Já, en sanngjarn í liði. Sanngjarn í liði, sem er þetta skemmtilegt. Já. Dóttor fútból vinnur með kemi.is þegar kemur á öllum glussa. Sama hvaða vinnuvélar eða hvaða vélar þú ert að vinna með glussin frá kemur á leiðarenda og fyrir eitthvað sem vantar AdBlue á margir lent illa í AdBlue Ertu að grínast með það? Ég lent í því Sett ekki AdBlue Stopp á gólfvelli Ég er með eitt leynitrix sem ég ætla að kenna þér hérna eftir þátt Ég veit ekki hversu Ekki fara fram hjá því að kaupa AdBlue Nei, ég er ekki að segja það Hugsun líkum náttúruna Ég nenni ekki að vera einn í því Þetta er mjög góð Gæi sem að fara fram hjá Gæi sem að flýgur einu sinni í viku Hugsun náttúruna Guldspjald AdBlue og allir sápæki og svo þeir sem að vilja tryggja sér svarta sanda bólinn góða frá Dóttor fútból og kemi.is þá er hann til þar og derhúan glæsilega bæði til upp í kemi.is heimsækið feðgana Dana hem og hemma hem
þar sem þeir sitja skelli hlæjandi og hemmi, einn harðasti United maður á landinu með mynd fyrir aftan sig af mönnum sem eiga flestu Englandsmeistaratitlana. Vá. Bróðir Ívar Guðmunds. Já, hann minnir sig á það hverjum degi, hverjir eiga flestu byggarana. Það verður langt í næsta. Nei, hann er bara, hann vill... Já, hann minna sig á... surround himself with winners. Fjarlæðin gerir fjöllin blá og langt í winning names. Smell of a winner. Herðu, en allavega. Herðu, ég með... Strókar, stjórar Tottenham og Arsenal. Þeir eru komin hérna frá Norðurlundunum. Stjórar í gegnum tíðina og Hjálmar, þú ert eldri. Já. Þú byrjar. Hvað viltu að ég segi? Bara leikmann, eða þjálfara sem er þjálfa annarkvort Arsenal eða Tottenham. Bara í sögunni. Hann er náttúrulega 50 árum eldri en ég, sko. Já, Arsenal og Tottenham byrjaðu bara, hvað með einhvern stjóra? Martin Jól, já. Já, mikilvægt þetta. Já, þetta er keppni. Já, ég var ekki fatt alveg. Ég held að fara í eitthvað top 5 eitthvað, sko. Já. Svo ætla ég að fara í Danny Blansfláa. Danny Blansfláa, já. Þetta þetta er skrifta svona, Ans Postecoglou. Já, þetta var fínt sjátt hjá þér. Ég ætla að fara í Ramos. Juan de Ramos. Já. Unai Emery. Já, ég ætla að fara þarna í Ossi Ardiles. Já. Gamla góða. Já, heldur betur. Er þessi gæða til eða? Fyrsti Englendingurinn, já, ég meina Ossi Ardiles, sturlaði sko. Argentínu 78 og fyrsti útlendingur til að þjálfa skólastildi. Pössum okkur. Já. Já, hérna. Arsene Wenger. Redknapp. Harry. Já. Good morning, Harry Redknapp. Freddy Ljungberg. Já, Caretaker. Já, gefur það. Ég ætla að gefa. Stýrt leik fyrir Arsenal í úrvalsdeildinni. Ég ætla að gefa. David Pleat, já. Hvað settur honum? Já, var líka með Luton. Hann var lendað samt í vesinu núna. Vil ekki selja bókina í búðinni. Já. Lungsaða. Lungsaða. Pat Rice, hann hefur verið caretaker líka. Ef ekki gefa það? Ef var með þessi caretaker. Já, við getum bara... Já, gefa það. Josh Graham. Já. Ég er búið með alla í seinni tíðu, þegar ekki. Gross, gamli. Já, þú mútt ekki að gefa, það gefa honum hérna Gross. Ég get náttúrulega, ég er löngu búið. Hann er búið, sko. Nú er ég bara að... Ég er búið með alla í seinni tíðu, ekki. Koma með viskubrunum, sko. Gross, gamli, djöðlana skemmtilegum. Já, Christian Gross. Það voru nokkri þarna helviti góðir, sko. Djöðl eru búin að eiga rosalega marga lélega þjálfara, sko. Hérna Jacques Santini. Guð minn góður. Mér finnst bara svo erfitt að tala þetta, sko. Þetta er búin að vera svagt. Tim Sherwood var hann ekki. Tim Sherwood sá miklu heili. Hann hélt bara að hann væri, og er ennþá held ég. Ég held að hann haldi ennþá að hann sé bara maðurinn. Skrítið að sjá að ekki nafn André Villas-Boas. Villas-Boas. Við vorum ekki konaðan okkar bara, sko. Nei. Þetta var Pochettino, það kom ekki þarna. Pochettino kom ekki. Nei. Ég var bara sem Arsenal, sko. Ég nefndi þið ekki. Nei. Ég meina, ég kláraði alla í seinni tíðu, eða ekki? Arsenal? Já. Jú, en þú tekir Tottenham líka? Já. Ég hefði alveg getað nefnt eitthvað þar. Ég var svo pirraður að þetta skildi, að hann var að nefna nöfn sem að ég... Þú veist hver Ossi Ardiles. Ossi Ardiles er bara góðsum. Já. Ég veit hver hann er sem leikmaður. Ég vissi ekki að hann hefði þjálfað Tottenham. Fyrsti þjálfarinn til að þjálfa. Já, það vissi ég ekki. Það vissi ég ekki. Sérstætt. Já. Heldur betur. Ossis Army. Ég var svo spenntur fyrir því að sjá hvað Elgarandi yrði því að hann áða til að klekja þess á mér. Nei. Þetta var bara mjög sanngjarnt. Já, þetta er mjög sanngjarnt. Já. Ekki þegar annar gæinn á 30 ára áður. Þú ert 94, ég er 73, það er 21 ár. Já, og hausinn á þér er miklu ferskar en hans. Já, veistu hvað, tölvan er hún léleg í hún. Já, nákvæmlega. Eftir allt brennivínu. Það var engin stjóri sem ég glimti á þessari öld til Arsenal. Jú, ég heyrði aldrei Bruce Rioch. Herðu, Bruce Rioch. Nei, ég er að tala um á þessari, var hann á þessari öld? Já, þessari öld. Já, þú veist bara nákvæmt. Nei, þetta eru 3 stjórar á þessari öld, sko. Bruce Rioch það er ótrúlega þekking. Það eru sáttur. Það er ótrúlega þekking. Ég er ekki að gorta mig af því að þekka söguna nægilega vel, sko. Já, sagan er minn líftími, það er nákvæmlega það sem hún er. Nei, samt er þetta að tala um Michael Jordan. Já, hvenær var hann að vinna síðasta titilin? Þú varst að geta sand þegar hann var síðasta Hvenær var hann að vinna síðasta titilin? 98. Akkurat, takk. Er ég fæddur þá það? Nei, þú ert ekki komin eins og í skóla. Gunnar, 4 ára. you've been the hell knocked out. Já. Það er bara þannig. Hell knocked out, man. Já, Dóttarfútból í KO-gýrnum í dag.
The Master of Chaos eins og þú stundu kalla mig Ég hef bara aldrei kallaði það Það menn á að Jakob Birgisson að frumsýna uppistandi sitt og endilega farið á hann skemmtilegur, hann ungi grínistinn sammála því allir hinn eru gamlir Jakob Birgisson eini ungi grínistinn auðvitað fyrir utan Gunnar Birgisson sem auðvitað líka grínisti og hann verður ekki með þessu fyrir ykkur sem að hlusta nógu snemma hann verður í FM95 Blöð í dag það huge promotion já ok, þetta verður ég að hlusta já hann með nýjar eftirhermur já, ok þetta verður ég að hlusta hann með Sigmund Davíð og hvað fleiri eftirhermur ertu með? Ég er með nokkrar Ragnheiður Ríkars ég með hana? Já, hún verður tekin ok þetta verður ég að hlusta það verður að hlusta á þetta Teit Þórðarsson, hann með hann líka ég er með Teit Þórðarsson þetta verður trillt sjó minn líka á YouTube síðu Dr. Fútbol þar við með Dogsoni, þar líka golfið munið að subscribe þetta allt saman munið líka að horfa á bikarústina á morgun þar sem að Óli Kristjáns og auðvitað Gunni Birgis munum fara á kostum að lýsa leiknum þetta verður skemmtilegur dagur, ég vona að vera framlegging þannig að við fáum fótbolta nógu lengi það verður gott viður sjálfur ætla ég að hafa bikarústin í símanum góða meðan ég horfi á 13-falda Premier League-meistara Manchester United mæta á Selhurst Park en ég ætla að hafa Gunnar minn hérna þú verður hér ég ætla alltaf að hafa á skjánum það er gott Dr. Fútbol, þakka fyrir sig Hjálmar, frábært að fá þig enn betra að fá þig Gunnar verið sæl